En já, ég sagði okkur áðan að ég var að hvetja ykkur allt til þess að jafnvel ykkur líka sem eru á höfuðborgarsvæðinu að kíkja hingað austur fyrir fjalla á morgun vegna þess að það er hellingur að vera og Borg í sveit hátíð sem er haldin á morgun og hann á línunni hjá mér, hann Karl Þorkelsson. Er það rétt hjá mér að þetta sé í hvað, annarsinn eða hvað sem hátíðin haldin? Já, þetta í annarsinn sem við höldum þessa hátíð hjá okkur. Já. Og þetta hefnast bara mjög vel. Já, er það ekki? Jú, allir ánægðir, bæði þeir sem fá heimsóknir og svo gestinir, ég gæti að heyra neitt annað. Nei, nákvæmlega. En þetta semst í rauninni gengur þannig fyrir sig að fólk er í rauninni, sem sagt, það eru í rauninni bændur sem er að bjóða til sín, eða ekki, á morgun? Jú, bændur og opið hús og líka svo bara fyrirtæki í sveitafélaginu. Já. Hótel og svoleiðis. Og er að staðsett þá í Borg eða hvað? Sko þetta sko bara á sveitabæjunum. Já. Þetta heimsækja þar. Heimsækja er svo þetta fær í fjárhúsin og Stórahálsi og það er þetta sjá eins og kindur og kanínur og geitur. Já, nákvæmlega. Og ég sé þetta að þarna eru ýmsar prjónavörur og lópapeyssur og sokkar og vettlingar og ýmislegt annað líka til sölu. Já, móður hennar er með svoleiðis. Duglega prjóna. Já. Svo er það litla hálsi, þar er þetta hestar, hænur og kindur og svo er það árstöðum, svínabúið. Það er þetta að fara að skoðanaferð gegnum búið. Ok. Og það þarf vel að ég held að fyrir að passa með fyrirvara. Já, ég skilði. En það er einmitt á Stórahálsi og Litlahálsi, þar er opið frá 11 til 16 og frá 11 til 17 inn á Ormstöðum. Já. Það er annekki, þetta var svolítið lengi annað í fyrra í Ormstöðum. Það var alltaf fólk að koma. Já, vinsælt. Gaman að fá að kíkja inn og skoða. En það væntanlega margir bara forvitnir. Já, mjög svo. En sem sagt í félagsheimilinu Borg, við erum að tala að þar verða margir staðsettir frá 11 til 16? Já. Þar eru þetta bara svona verktakar aðalega, sem verða með bara til sínis, bara það sem þeir verða á staðnum bara. Já. Og síðan verður líka, það verður svona glervörur, það er ein kona í sveitin sem er að vinna úr gleri. Já, ok, það er ágætt að ég hitt henni þá ekki, ég er þá ansið fátæk. Já, og svo þetta bara eitthvað svona fyrirtæki, fóðurblandan, gammalþjónustan og jötuvélar, svona utankomandi. Já, sem verða á svæðinu líka. Já. Það er skemmtilegt. Ýmislegt út, sko, frá sér. Akkurat. En svo er náttúrulega verður hægt að kíkja í sund? Já, það verður sund, það er fríkisund. Það er nú ekki leiðilegt og ég sé þetta Ingo ætlar að vera þarna á svæðinu milli, hvað, 5 og 6? 5 og 6, hann ætlar að mæta á bakkan og taka nokkuð lög. Það er nú aldrei leiðilegt, sko. Nei. Það verður alveg, við erum ekki með verðum fjöri á honum. Nákvæmlega, svo sé ég að rópa á Sólheimum og í Kerinu líka. Já, þeir ætla að vera með okkur. Og svo eru nokkra kirkjur. Já, það eru nokkra kirkjur. Sem að verða opna líka. Já. En svo náttúrulega annað kvöld, einstök kvöldstund sem að ég veit nú alveg hvernig einstaklingur Jón Ólafsson er og Guðrún Gunnarsdóttir og ég held að þegar þau tvö eru komin saman þá verður mikið hlegið. Já. Þetta á að vera svona, þetta er ekki bara þau halda, það er svona, stemming svolítið. Já, ég hef farið fingur fram með Jóni Ólafs og Páli Óskari og þá mitt er bara mikið spjall og svo náttúrulega sungið inn á milli og er að fara svona aðeins í sögur og það er eiginlega bara ótrúlega skemmtilegt, ekki bara að njóta tónlistarinnar heldur líka að fá að heyra allar sögurnar. Já, það er það, sko. En þau ætla semst að vera í félagsheimilinu Borg annað kvöld klukkan 20:30. Já, og það er þetta að kaupa miða bara í forsölu. Já, hvar er þetta nálgast það? Það verður sko á skrifstofunni þangað til núna 4. Já, skrifstofu sveitafélagsins. Já, og svo verður á morgun hjá okkur bara hjá atvinnumálunefnd
menningu og aðdramálanend verður hægt að kaupa miða bara í félagsheimilinu. Í félagsheimilinu, já, nákvæmlega. Og svo þetta kvöldið. Já. Líka þetta sko. En þetta verður stór og mikill og skemmtilegu dagur og ég hvet fólk eindreið til þess að kíkja til ykkar. Já, vonandi sem flestir að koma sko. Já, nákvæmlega. En þetta bara skemmtilegu rúndur, alveg sama hvar fólk í kringum okkur. Já. Og ekkert langt að fara. Já. Alls ekki sko. Það er ekki sko. En ég vona bara eins og ég segja, fólk nýti tækifæri og kíkja mitt á sveitabæinu og kíkja svo inn á borg, takja með sér sundfötin. Já, takja með sér sundfötin og skelli sér sund og hlusta og syngja með Ingo. Fáum sér svo eitthvað gott að borða og kíkja svo á góða tónleika. Það er orðið góður svona dagrúndur. Já. En gaman að heyra í þig, Karl, og ég sé bara góða skemmtun til ykkar á morgun. Já, takk fyrir. Allt er fína. Já, bless.